veislum uppi og það væri svo leiðilegt að hafa guðþjónustu og geta ekki sent það út. Þannig að við ætlum aðeins að reyna að laga það. Og Jóhanna, þú mátt biðja fyrir þessu. Þú mátt biðja fyrir þessu. Ég velti fyrir mér hvort að við ættum ekki bara að byrja á því að syngja sálmana sem ég hafði valið. Við bara víxlum aðeins prógraminu. Það sem að desember á næsta leiti, þá leyfði ég mér að setja hérna sálm sem jólasálmur, en hann ekki alveg full blown. Þetta ekki Silent Night eða heimssymbol, geymum það alveg til jólana. En sálmur númer 98 í bókinni sálmur sem ég var að hugsa við myndum syngja núna. Þannig að ef þið finnið ykkur hann, þá byrjum við þar.
öll hjartanlega velkomin. Afsakið. Tilkynningar. Ert þú, María, að deila með okkur? Já, ég get tilkynnt bara það að það hefur bæst í bænahópinn. En eru þið á förum? Þið eru á förum, þannig að þá fækkar aftur. Þannig að það eru allir hjartanlega velkomnir að vera að taka þátt í þessu á þriðjudögum, það er klukkan 12. Já, takk fyrir það. Síðan Fyrir okkur sem mætum ekki líka, er það ekki, Jóhanna? Takk. Ég ætlaði kannski að tilkynna það líka að 28. desember er hugsað að vera hérna með sameiginlega guðþjónustu. Þá fyrirhugað að loka öllum öðrum kirkjum, eða þú veist, að bjóða öllum hingað, kannski eru sumir opnir samt sem áður, að bjóða öllum hingað og við ætlum að hafa guðþjónustu saman og þá ætlum við að bjóða Ívó velkominn í alla kirkjurnar, en við ætlum líka að kveðja formlegt starf Erik Guðmundssonar og það er kannski ekki að, já, ég sagði vitlaust, ekki að kveðja en þetta er svona einhvers konar þakklætisvottur. Já, ég held þessi bara komin. Okay. En það skulum við biðja saman. Góði Guð, við þökkum fyrir að við getum komið hér saman í þínu húsi til að tilbiðja þig. Við þökkum þér fyrir dásamlega stund sem við áttum hér saman klukkan 11 og að við getum átt hér samfélag sem við getum leitað í til að finna hugreistingu og til að deila trú okkar og styrkjast og lesa úr þínu orði og við biðjum þig ávallt að gefa okkur af þínum heilaga anda leið og við þökkum fyrir að við getum verið hér og viltu blessa þessa samverustund hér í þínu húsi. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. There is something new on the horizon. I'm going to speak English and I'm going to ask Frode to translate to Icelandic. Okay. Somebody has done this very well. Okay. Yes, there's something new happening for us in particular. Það eitthvað alveg nýtt fyrir okkur. We have a new pastor. Við erum búin að fá nýjan prest. And a pastor's family. Og fjölskyldu hans að sjálfsögðu. I hope you knew this. If you didn't, let me be the first to tell you. Ég held að þið hafi vita af þessu, en ef ekki þá ég fyrst til að deila með ykkur. On behalf of Reykjavík Church, I would like to welcome Ivo and Angelica. Fyrir hönd Reykjavíkursafnar þá vil ég bjóða Ivo og Angeliku velkomin hingað til okkar. I would like you to come up here for a moment. I hope you're okay with that. Við viljum endilega að þið komi hingað aðeins. I'm going to keep you here for like at least 5 minutes. Þið verið hér að minnsta kosti 5 mínútur. Yes. That's a nice Christmas. I admit, I don't know you very well. Ég verð að viðurkenna að ég þekki ykkur ekkert sérstaklega vel. And I guess you don't know us very well either. Og ég býst við að þið þekkið okkur ekki heldur mjög vel. But in Icelandic we have a saying, glögt gests auga.
En á íslensku þá eigum við orðatiltæki. Something like, well, the visitor's eye is good. Yes, so I'm also going to say this. It means, or my version is, attentive is the guest's eye. Það betri þýðing. So with our eyes, we have seen that you are interested. Með okkar augum þá höfum við séð það að þú sýnir okkur áhuga. You're interested enough to take a job and come. Þú ert nógu forvitin og áhugasamur að taka að þér nýju starfi. You're interested enough to want to learn. Og það felur í sér að þú þurfir að læra alls konar nýja hluti. And be present. Og vera til staðar. And talk. Og að tala. This is wonderful. Það dásamlegt. I'm sure your eyes have also analyzed us. Og ég alveg viss að þú sést svona nokkurn veginn búin að greina okkur líka. And I don't know what you think of us, but I hope that you get to know us fast because I think we're great. Ég vona að þú kynnist okkur hratt og vel og Marja heldur að við séum alveg frábær. Nei, finnst að við séum alveg frábær. And I think this might just become a great team. Og ég held að þetta geti bara orðið mjög góð teymisvinna. I think I've had one conversation until now with Angelica. I think I've had until now one conversation with Angelica. Ég held að ég hafi náð að spjalla við Angeliku einu sinni. And that was at Kaffi Tár in Kringlan. That was at það var hvað sagði þú? Já, þetta gerist afsakið. Það var á Kaffi Tár í Kringlunni. Nákvæmlega. And I've had one meeting and two conversations with you, Ivo. Og ég hef átt tvisvar sinnum samtal við þig, Ivo, og hitt þig einu sinni. Og eitt fund, já. Og átt eitt fund. From this relatively short time, I gather that you two are people that are comfortable with going to the heart of matters. Og mér sýnist þið bæði vera alveg til í að bara ganga beint að inn í málin. I would like to suggest that at the core of the Icelandic culture og ég tel það vera svona kjarnin í íslenskri menningu is steadfastness and creativity. Já. Ég kom undirbúin. Steadfastness. Það staðfesti og sköpun. Einhver staðfesta í íslenskri þjóðarsál og einhver þrá að skapa og búa til. So we, at this beginning, we would like to give you one of our cultural gems. Svo við ætlum að gefa ykkur núna í upphafsstarfs ykkar hér á Íslandi mjög merkilegan hlut í menningu íslenskra þjóðar. That actually magnifies these concepts. Sem einhvern veginn stækkar þessa hluti í menningu okkar. Even though it was first published in 1666. Þó að þessi útgáfa, fyrsta útgáfa hennar var árið 1666. If you should be history lovers, ef að þið hafi gaman af mannkynssögu, já, eða sögu, almennt, I can say that the original manuscript in the poet's own hand
is kept in the National Library of Iceland. Og þá handrit höfundarins með hans eigin rithönd á þjóðarbókhlöðu Íslendinga Já, landsbókasafn. eða landsbókasafn. And it is listed in UNESCO's memory of the World Register for Iceland. Og söguleg, það eintak sérstaklega varið af UNESCO. You know what? I think we should be Danish about this and just say you can open it now. Og þú mátt alveg opna þetta hér og nú. It's very Danish. They even say that if you don't open it in front of them, they don't want to give you gifts. Yeah. Þetta einhver dönsk hefð sem að ef þú opnar ekki gjöfina fyrir framan fólki þá eiginlega vilja þér ekki gefa þér gjöf. Já, þetta alveg satt. You see, the hymns of the Passion by Hallgrímur Pétursson have touched the heart of the Icelandic people more than any other literary work. Og Passíusálmar Hallgríms Péturssonar hafa skipt sköpum í andlegu lífi þjóðar okkar. With more than 100 editions, I now present Passíusálmarnir to you in Icelandic and English. Svo ákvörðun var að gefa ykkur þessar útgáfu bæði á íslensku og á ensku. We had a go at this first. Some of us thought, obviously we'll buy this in English, and others said, no, obviously we'll give it to them in Icelandic. Svo sumir sögðu að jæja, við ættum auðvitað að gefa ykkur þessa bók á ensku af einhverjum ástæðum, en svo fannst öðrum að það væri alveg augljóst að gefa ykkur hana á íslensku. So we concluded that you need both. Svo niðurstaðan var að gefa ykkur báðar. Passíusálmarnir are a collection of 50 poetic texts by Hallgrímur Pétursson. Og Passíusálmarnir eru 50 ljóð af Hallgrími Péturssyni, which was a pastor and a poet. Sem var bæði prestur og ljóðskáld. And they explore the passion narrative. Og taka fyrir sig já, þetta segir maður það. En þetta snýst auðvitað, hvað segir maður? Fyrir páska, þennan tíma sem að, og við þekkjum vel hér á Íslandi þar sem þetta lesið. These 50 meditations on the sufferings of Christ og þessi ljóð píningu Jesú Krists have touched the hearts of the people by their spiritual depth hafa snortið fólk alla tíð vegna dýptar svona andlega and command of language og orðanotkun vegna orðanotkunar líka simplicity and wisdom. Bæði einfaldleiki tungumálsins en leið viskan sem að Passíusálmarnir komu til skila. Hallgrímur himself's story, which was rich in suffering. Og saga Hallgríms sjálfs það var mikil þjáning sem hann sjálfur upplifði. And the Icelandic people have for hundreds of years known, or since the beginning, known suffering. Og íslenska þjóðin hefur þurft að glíma við alls konar þjáningar og erfiðleikum. Now we know that it's probably not easy for you to relocate. Það væntanlega ekki bara auðvelt að flytja til nýs lands. And take on these groups of churches in Iceland. Og takast á við þau verkefni sem eru í hinum ýmsum söfnuðum okkar hér. But we hope that you will not suffer here with us.
En við viljum ekki að þið þjáist hér hjá okkur. We hope that this will become your home church. Við viljum bjóða ykkur velkomin í kirkjunni hér og að það getur verið svona heima söfnuður ykkar. Yeah, and we hope that you will feel loved and appreciated. Og vonandi upplifið þið að okkur þykir vænt ykkur og að við kunnum að meta ykkur. And that we together will learn and grow in simplicity and wisdom. En að við líka getum lært saman bæði visku og einfaldleika. Now, after all these wise words, Eftir alla þessa visku, I would also like to give you this, and you can also open it. þá gefum við ykkur aðra danska gjöf sem að ykkur ber að opna hér og nú. Kosturinn þetta þurfi ekki að fara heim að flokka. It's a picture of me. We hope that you'll enjoy this Christmas away from your previous home. Og við vonum að þið getur notið þess að borða þetta innflutta salgæti. And now you can think of us, every morning. Og hugsa In til okkar December. alla mótna fram á jólum. Yes. Thank you for standing here. Takk fyrir. And welcome. Velkomin. You can have a seat. Herðu, við skulum syngja hérna eitt sálm áður en að Ivo predikar fyrir okkur í dag. Og það sálmurinn 206 og við skulum bara syngja fyrstu 2 vers. Og ég verð að segja, ég heyrði ekkert eitthvað rosalega mikið í ykkur áðan. Þannig að með alveg syngja aðeins meira. Núna þá ég ekki svona ein yfir píanó. María segist vilja heyra í fleirum en hörpu. Þannig að það samkeppni, þið verðið að taka vel undir. Hversu mörg? Fyrstu 2 versin. Inngöngu ræðumannsins þá ætla ég bara að segja að samkvæmt okkar hefð að þá tökum við upp gjafir en flestir þekkja það að það höfum við gert eftir COVID á þann hátt að flestir leggja inn á reikning en ef ekki að þá stundum posi hérna við útganginn, þannig að allir viti þetta. En þá gefum við Ivo orðið. Gjörðu svo vel.
passar í. Já. So thank you all for this warm welcome, Takk fyrir þessar hlýjar móttökur and thank you, Maria, for these nice words, kind words. og takk Marja fyrir hlý orð þín. Yes, so we hope that we will be able to read this Icelandic thick book soon. Og vonandi getum við lesið þessa íslensku bók sem fyrst. Yes. Yes, we can compare and read line by line. You know the interlinear translations that we used in Yes, in the seminary? they should publish one interlinear version as well, yes. eins og menn vita sem hafa lesið guðfræði að þá stundum verið að notast við biblíuþýðingar þar sem ein línan á hebresku eða grísku og svo fyrir neðan svona bókstafleg þýðing. Hún getur stundum verið gagnleg. And it is very nice to see some of you already second or third time Og or það more. er gaman að sjá sum ykkar, jafnvel annað og þriðja skipti. And as Maria said, we hope also that we will become a good part of this church family here. Og eins og Marja sagði, þá vonumst við til þess að vera hér hluta af þessari fjölskyldu hér í Sömnunum. And today I would like to share something that may be of encouragement to us all. Og í dag langar mig að deila smá hvatningu með ykkur hér í dag. It was a very beautiful spring morning. Það er mjög fallegur morgun að vori And everything was absolutely gorgeous. og allt var dásamlegt. And the sun was shining on me, Sólin skein and I was taking a nice bike ride. og ég fór í hjólaferð And you know, the wind was blowing from the sea, og vindurinn blés inn af sjónum and the spring was there, en það var vor í lofti and the seagulls were singing, og mávarnir skræktu frekar en sungu það ekki. We don't say that they sing. We don't say that either, but it was just with a pun intended, yes. Yes, and then while I was having this nice ride down from a little hill Og þegar ég hjólaði niður brekku and enjoying myself, og ég naut þess, then suddenly, you know, the wheel chain came off, þá allt í einu datt keðjan af tannhjólinu and everything was halted. og þetta fór allt í klessu And I had to come off my bike og ég þurfti auðvitað að fara af hjólinu, and turn it snúa á hvolf and put the chain back on. og koma keðjunni aftur á. And my hands were oily, Og það er bara hluti af þessu, keðjan er nú aldrei hrein and I felt that this beauty was all kind of broken. svo fegurðin var allt í einu svolítið horfin út í veður og vind. And we all have these kind of moments in our lives, don't we? En svona hluti gerast í lífi okkar allra. So that we all become aware of the reality. Svo við, svona raunveruleikinn svolítið slær okkur stundum. But what is the reality? En hvað er þessi raunveruleiki? And it's so easy to forget that what we have here in this life Það er svo auðvelt að gleyma því það sem við eigum hér í lífi okkar, that it's not eternal. það er ekki eilíft. And what we are aiming for or what we are caught up with, Og það sem að við svona miðum við að stefnum að eða erum upptekin af, that is temporary. að það er allt tímabundið. And we get these reality checks. Og stundum þá svona nær raunveruleikin okkur. I still remember very well the time when I got my first laptop. Ég man ennþá þegar ég fekk fyrstu fartölvuna mína.
I was a student at Newport College, Ég var nemandi á Newbold háskólanum and that time was a little bit more than 20 years ago. There was still this computer class. og þetta var fyrir einhverjum 20 árum síðan og það var ennþá verið að kenna svona tölvubekki And very few people had their laptops. og það voru mjög fáir sem voru með sína eigin fartölvu But I really wanted to have one. en mér langaði í fartölvu And then I made the calculations because we didn't have a lot of money. og ég svona reiknaði út, við áttum ekki mikinn pening And I begged our finance director, og ég talaði við fjármálastjóran Angelica, sem situr hér and then I got the right. And then I got the permission to buy one. sem að veitti leyfi til innkaupa It was a Dell laptop. og þetta var Dell fartölva. And I remember opening the box Og in ég our man, home. ég man þegar ég kom heim og opnaði kassan, I had it on our bed. ég setti fartölvuna á Hanna, rúmið I okkar was kneeling beside the bed og ég kraup við rúmið, rúmstokkinn and I carefully opened it. og opnaði, þetta hljómar svo andlega, this is a very spiritual moment Something like that. og Very þetta var mjög sérstök stund. And then in a matter of couple of weeks, we went to Estonia to visit home there. Og bara innan farra vikna þá fórum við heim til Estóníu í heimsókn, til Eistlands, Eistlands. Yeah. And then on a Sunday morning, I went with my dad to visit a prison where he was serving as a chaplain Og með Sunday. on a Sunday morning. Já, sunnudagsmorgun þá fór ég með föður mínum að heimsækja fangelsi því hann var fangelsisprestur. And I was prepared to preach there, and I had my laptop with me. Og ég var tilbúinn að tala við fangana og predika og var með fartölvuna mína með mér. And then we were kind of running late. Og við vorum örlítið seinir á ferð. Very common with me, not so common with my dad. Það ekkert óvenjulegt hjá mér en það frekar óvenjulegt hjá föður mínum. And then we jumped into the car, and I had my laptop with me. Og við stökkvum inn í bílinn og ég með fartölvuna með mér. And before, when I jumped into the car and before I closed the door, Og við stökkum inn í bílinn og áður en ég lokaði hurðinni. before I closed the door, my dad already took off. Og áður en ég náði að loka hurðinni þá keyrði pabbi af stað. And because I had reached my hand out to close the door, Og því að ég var að reyna að loka hurðinni, it was not holding the laptop firmly, þá gat ég ekki haldið alminlega á tölvunni. and it flew out. Og tölvan flaug út bílhurðina. It kind of bumped against the side, Hún svona hálfpartinn skoppaði þarna við hlið vegarins and fell under the car. og datt undir bílinn. And my dad, he was very quick to stop again. Og pabbi hann stoppaði eins og skot And the laptop was just with the corner under the wheel. og hotnið á tölvunni var undir hjólinu. And I had to ask him to reverse to get my laptop. Svo ég varð að biðja pappa að bakka aðeins svo ég næði í tölvuna. So I took it and I looked at this. Og ég tók tölvuna og skoðaði hana. It had scratches on it. Hún var dálítið rispuð And then I turned it on, og ég kveikti and it didn't come on immediately. og hún vildi ekki kveikja strax. But later it did, En svo fór hún í gang and it worked well. og virkaði vel. But it had a black corner on the screen, En það var svona svart hotn á skjánum. exactly where the buttons are, to close the windows and stuff like that. Akkurat þar sem að við lokum glugganum og svona í Windows And kerfinu. it always remained there. Og þetta hotn var alltaf svart. So whenever I worked with this laptop later, Svo alltaf þegar ég vann í tölvunni, something had changed with this laptop. þá var eitthvað breytt. It wasn't so close to my heart anymore. Mér þótti ekki alveg eins vænt tölvuna mína lengur.
I felt that this kind of sacral bond had been broken. Mér fannst eins og þessi töfrar væru pínu svona farnir. And it reminded me how fragile everything is. En það myndi mig líka á því hvað hlutir geta verið viðkvæmir eða brothættir So í we live, lífi okkar. we live our lives and we work hard, Svo við vinnum þannig og leggjum okkur fram. we dream our futures and we hope the best. Við eigum okkur drauma framtíðina og við vonum það besta. But then something happens that stops everything on the tracks. En svo gerist eitthvað sem að skemmir fyrir okkur. And we all know how it happens. Og við vitum alveg hvernig þetta gerist. And sometimes relationships, they break down, Stundum þá gerist þetta í samböndum, accidents happen, slys eiga sér stað, óhöpp, and we lose people that we love or who love us. og við missum ástvini eða fólk sem að þykir vænt okkur. And we can be really shocked. Og við upplifum áföll. And we can become also angry and bitter. Og við getum orðið reið eða bitur. We can be misunderstood by other people. Aðrir í kringum okkur misskilja okkur ef til vill. We can be bitter towards other people and towards God. Og við getum verið bitur út í fólk í kringum okkur eða jafnvel út í Guð. And we can ask why. Og við spyrjum stundum af hverju. The man called Lazarus in the Bible, Það saga af manni sem hét Lazarus í Biblíunni he was just doing fine. og honum gekk bara vel. And what a lovely house he had. Áttu fallegt heimili And nice 2 sisters, og 2 systur, lovely ladies. yndislega dömur, And he had success at work, wonderful. og honum gekk vel í vinnunni. And as if all that wasn't enough, Jesus was his best friend. Og eins og það væri ekki nóg, þá var Jesús Or besti actually, vinur hans. even more, Eða jafnvel meira, he was the best friend of Jesus. That's what is written in the Bible. það stendur reyndar að hann hafi verið besti vinur Jesú. And then suddenly, En allt í einu, he fell ill and died. þá verður Lazarus veikur It was og deyr. a real shock. Og þetta var áfall fyrir fólki í kringum hann. Or even more tragic story in the Bible. Og jafnvel enn hrikalegri saga í Biblíunni, Job from the Old Testament. Jóab í Gamla testamentinu. Everything was beautiful. Allt gekk svo vel, He had a lovely house, fallegt heimili wonderful group of children, og Altogether 10. mörg börn, 10 börn. and he was super successful in business. Og gekk afskaplega vel í viðskiptum And lots of people respected him. og naut virðingar allra. And then suddenly robbers and accidents came, En svo koma þjófar, ræningjar og óhöpp eða slys eiga sér stað took everything that he had. og hann misti allt sem hann átti. And in a terrible accident, all his children perished. Og í þessum og öll börnin dóu af slysförum. And then Job himself became very ill. Og Jóab sjálfur var mjög veikur. He didn't die though. Hann dó ekki, Something worse happened. eitthvað ennþá verra gerðist. His wife started nagging on him. Já, konan fór að karpa við hann. When we go to disciples of Jesus, Is that what you said, worse than death? yes, that's Okay, what- já, ég var ekki viss. And then we go to disciples of Jesus. Disciples of Jesus. En svo förum við og skoðum lærisveina Jesú Krist They were truly blessed. sem að nutu virkilega blessunar They had everything that they could have possibly wanted. og höfðu allt sem þeir þurftu eða gætu mögulega viljað, They were- óska sér. They were followers of a famous teacher. Og þeir voru lærisveinar og fylgdu stórkostlegum meistara og kennara. And it was clear that this amazing teacher was going to be king. Og það var
alveg augljóst að þessi mikli meistari, hann yrði konungur einn dag. And they were going to be princes of the king. Og þeir myndu vera prinsar í konungsríkinu. And then, oh no, it happened, the king was seized and killed. En nei, það breyttist allt og konungurinn var tekinn af lífi. And sometimes we are too generous to the disciples. Og stundum þá erum við mögulega of örlát gagvart þessum lærisveinum. When we say that they were so noble when they left everything behind. Þegar við segjum að þeir voru svo, heiðvirðir, þegar þeir sögðu skilið við öll gæði lífsins og fylgdu honum. Because the invitation of Jesus was something to follow. Því að boð Jesú var eitthvað sem var eftirsóknarvert og fyrir þá að fylgja. Because they were hoping to receive something even more. Því að þeir vonuðust eftir að fá eitthvað ennþá meira út úr því. I mean, if you were asked to go out of your cozy homes, Ef að einhver myndi biðja þig að yfirgefa fallega heimilið þitt and live in a tent for 3 years, og búa í tjaldi í 3 ár. in a tent for 3 years, if you knew that the King of England would make you his heir, Já, ef að við byggjumst við að konungur Bretlands myndi leyfa okkur að vera erfingi hans eftir þennan tíma, because he's worth a whopping 160 billion kroner. og það þýðir alveg afskaplega háa fjárhæð. I was kind of thinking, would I be willing to live in a tent for 3 years in Iceland? I don't know that. Væri ég til í að búa í tjaldi á Íslandi í 3 ár? But maybe Ég we're velti fyrir mér. 165 billion, yes. Mögulega fyrir 165 milljarða. Is that Icelandic? Yes, Icelandic, 160 billion kroner, Icelandic, yes. Íslenskar króna. Þetta dágóð fjárhæð. But You what have to did- survive though. Hmm? You would have to survive. Yes, that's right. But what did they get in return? En hvað fengu þeir svo í staðinn? Were they ready and willing to pay the price of following Jesus? Voru lærisveinarnir tilbúnir að borga gjaldið fyrir að vera lærisveina Jesú? And in this space of 1 weekend, everything's changed for them. Og svo bara yfir helgi þá gjörbreytast aðstæður. Before, the disciples were like little shadows of Jesus. Fyrir þann tíma þá voru þeir svona spegilmynd eða svona í skugganum af Jesú, af meistaranum. They just went from one beautiful village to the other, Löbbuðu úr einu þorpi í annað and they were preaching and they were healing sick. og þeir predikuðu og það var verið að lækna sjúkra And they hadn't seen it coming. og þeir voru ekki tilbúnir. And the following Jesus suddenly became a matter of life and death. Og það að vera lærisveinn Jesú, það var allt í einu upp á líf og dauða. So when we read from Matthew 26, Svo þegar við lesum úr Matthíusi 26, yes, I will read first verse 31. Matthíus 26 og vers And it says that then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike down the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered." Verse 31. Yes. Þá segir í Matthíusi 26, 30. og 1. versi, þá segir Jesús við það, og þessari nóttu munu þið allir hafna mér, því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvistrast. And in the following verses there are these words of Peter. En svo eru í næstu versum orð Péturs, And Peter said, basically, I will not do that. I will never forsake you.
Og Pétur sagði þessi þekktu orð, nei, ég mun aldrei nokkurn tíman yfirgefa þig. And Jesus said that this night, before the morning, you will deny me 3 times. En Jesús sagði sannlega segir á þessari nóttu, And, þá myndu þrisvar afneita mér. and Peter was already in theory to follow Jesus. In theory, he was very ready to follow Jesus. Já, svona fræðilega séð að þá var Pétur alveg tilbúin að fylgja Jesú. But in practice, he just couldn't do it. En hann gata ekki í raun og veru. He was blown away. Hann bara misti fótfestu A reality shock. og raunveruleikin náði honum. But later, when Peter came out of his shock, En seinna þegar að Pétur náði áttum, he decided to follow. þá ákvað hann að fylgja Jesú And he was ready to do whatever it took. og hann var tilbúin að gera hvað sem var. And when Jesus went back to his Father in heaven, Og þegar Jesús fór aftur upp til föður síns á himnum, there were a number of men and women who were left behind. þá var hópur af bæði körlum og konum sem voru eftir, And out of these 11 disciples of Jesus, og af þessum 11 lærisveinum Jesú, most of them paid for it with their lives. þá þurftu flestir að gjalda með lífi sínu. When we get these reality checks in our lives, Þegar svona hlutir gerast í lífi okkar, I don't know what is it that has disappointed you recently in your life. ég veit það ekki, en hvað hefur verið svona, hvað hefur valdið ykkur, hvernig stupid one, disappointment, já. Disappointed, yes. Við vorum að tala Or hit you, or vonbrigði, takk Marja. It happens, you see, that one word just doesn't come. yes. Or Hvað það sem hefur, hvaða vonbrigði hafið þið upplifað upp á síkastið? and if it hasn't been recently, it will definitely come. Og ef það hefur ekki gerst nýlega, þá mun það örugglega gerast. And there are actually 2 types of situations where the price of following Jesus is going higher. Og það eru allavega tvenns konar aðstæður þar sem að fórnarkostnaðurinn við að fylgja Jesú breytist. When life is very easy and everything is peaceful, Þegar lífið bara svona einfalt og gott, then we get all these things that we want to go for and to achieve and to do and to have. það eru alls konar markmið sem við setjum okkur og hluti sem okkur langar að gera, Or when we have difficulties, eða þá þegar við upplifum erfiðleika. it is the same. Price goes high. Verðið fyrir að fylgja Jesú, það hækkar stundum. God gives us these experiences of reality checks. Og Guð leiðir okkur í alls konar raunir í okkar daglega lífi. So that we can have this check that what is actually going on in our lives. Og gefur okkur tækifæri til að skoða hvað í raun og veru í gangi í lífi okkar. So that we could come out of this whirlwind and to stop and think what is actually important for us. Svo við getum aðeins stoppað og náð áttum hvað í raun og veru í gangi. That we can really start bearing fruit. Og við getum í raun og veru borið ávöxt. And when we think about Lazarus again, Og ef við hugsum aftur til Lasarusar, when sometimes we talk about people who almost died. stundum þá tölum við fólk sem næstum því dó. I don't know if it has happened to you that something, dangerous happened, so you almost got killed. Ég veit ekki hvort að þið hafið upplifað það, en það eitthvað sem gerist og það sem að við næstum því létum lífið. Or sometimes people get an illness
that almost takes them away. eða fólk verður veikt og veikindi sem draga þau nánast til dauða. And then they start seeing life totally differently. Og það eru atburðir sem að breyta lífi okkar. Something that was important before, it's not anymore. Eitthvað sem skiptir máli áður og það kannski skiptir ekki jafn miklu máli lengur. Or something that they neglected before, Eða eitthvað sem að þeir voru ekkert að velta fyrir sér áður, they start paying attention to this. það er orðið mikilvægara. So, I don't know, when Lazarus came back from death, Ég veit ekki hvernig það var þegar Lazarus allt í einu var lifandi aftur. so his life was probably very different. En lífið hans var væntanlega allt öðru vísi. So, Paul says Og Páll segir in a second letter to Timothy, í öðru Tímóteusarbrefi and chapter 3 and verse 12, This is the thing with and he says that Wait. all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted even. að ég bara svo lengi að finna þetta í Takk fyrir. So, and the New Testament talks a lot about Christians being persecuted. Og Nýja testamenti fjallar heilmikið ofsóknir á hendur kristinna manna. And Jesus said that when something happens to you, don't think that this is something strange or something that you shouldn't expect. Jesús segir að þegar við upplifum svona lagað, að þá eigum við ekki að halda að þetta sé eitthvað sérstætt eða eitthvað skrítið, eitthvað óvenjulegt. But we live in good times generally. Our And times are very good. En við höfum það almennt bara mjög gott. And it also means that our resilience is not very strong. Og þrautsegja, sem nú mikið þýsku orð, kannski ekki eins mikil og við kannski viljum láta vera. We are very easily hit when something becomes difficult. Þegar að ef eitthvað bjátar á í lífinu, að þá svona slærið okkur svolítið út af laginu. We easily feel that it's unfair when something hard comes to our life. Og okkur finnst erfiðleikar og þetta mjög ósanngjarnt allt saman. People who live among many difficulties, they are kind of used to it, or they don't take it granted that things are well. En fólk sem býr við aðrar aðstæður, það lítur ekki á gæði lífsins sem sjálfsagðan hlut. So, but in order for us to grow spiritually, En til þess að við getum vaxið andlega séð, God will make sure that we will have something to wake us up. þá Guð mun alveg leiða okkur í aðstæður þar sem að við opnum augun og áttum okkur á hlutunum. And in this life, we will have disappointment. Og við munum verða fyrir vonbrigðum. But our task is to learn how to deal with this. En við verðum líka að læra að höndla, læra að lifa við þessar aðstæður. And I love this story about hopes and expectations and actual realities. Og mér þykir svolítið vænt þessa sögu von og væntingar. And there is a story about an old missionary couple. Það saga af gömlum trúboðshjónum Who had served many years in Africa. sem höfðu verið mörg ár við þjónustu í Afríku. And it was in these days when Theodore Roosevelt was president of United States. Og það var á tíma Roosevelt sem forseti í Bandaríkjunum. And this couple had finished their service in Africa. Og þjónusta þeirra hafði lokið í Afríku. And then they were on their way back home to New York. Og hjónin voru á leið aftur til Ameríku, til New York. And they noticed that they were on a ship together with Theodore Roosevelt. Og þau átta sig á því að þau eru þarna borð í skipi og Theodore Roosevelt forseti í sama skipi. And Theodore Roosevelt came back from one of his hunting trips to Africa.
Og hann var á leiðinni heim til Ameríku eftir að hafa farið á veiðar í Afríku. And obviously no one paid attention to this elderly couple. Og enginn tók sérstaklega mikið eftir þessum eldri hjónum. But all life revolved around Theodore and his company. En allt snerist borð Roosevelt og fylgdarliði hans. Because everybody wanted to see him. Allir vildu sjá forsetan. And while at the sea, the old missionary said to his wife, Og þarna á þessari siglingu að þá segir hann við konuna sína, trúboðsmaðurinn, he said that something is wrong here. hann sagði, það eitthvað rangt hér. We have served God all these years faithfully. Við höfum þjónað Guði öll þessi ár mjög samviskusamlega, And trúfast no one cares about us. og öllum alveg sama okkur. And there is this man coming from a hunting trip, En svo þessi náungi hér, hann á leiðinni heim úr veiðum and everybody is just interested of him. og allir sína honum svo mikinn áhuga. And the wife is a very wise wife. Og eins og flestar konur, mjög vitur kona. He said that, darling, you shouldn't feel that way. Elskan mín, þér á ekki að líða þannig. And the husband said, I just can't help it. En eiginmaðurinn, dæmigerður eiginmaður, hann bara réð ekki við. It's not Sig. right. Þetta ekki rétt. And when they arrived to New York, En þegar þau komu svo til New York, and there was the whole orchestra receiving them at the port, the Theodore Roosevelt, of course. og þá var mikið tónlist og hljómsveit og alls konar að taka á móti forsetanum. And it was in the local news that the president had arrived back from Africa. Og það var í fréttunum og í blöðunum að forsetin væri komin aftur frá Afríku. And nobody paid any attention to this old couple who had been away for 40 years. Og enginn tók eftir gömlu hjónunum sem komu aftur frá Afríku. And they had not collected any pension in these days. En þau hefðu ekki fengið nein lífeyri. And but they still had to find a place to live in. En áttu eftir að finna sér einhver stað að búa. So they rented a very small apartment on the east side. Og leigðu sér litla íbúð þarna í austurhlutanum. And hoping that they will find some kind of easy or simple job for themselves. Og voru svona að vonast til að finna sér eitthvað einfalt starf. And on that evening, the man's heart broke. Og þetta kvöld þá var maðurinn, hann var bara sorgmæddur og vonsvikinn. He said to his wife that I can't stand it. Og hann sagði við konuna sína, ég bara þoli þetta ekki. God is not fair to us. Guð okkur ekki sanngjarn. And his wife replied, Og konan svaraði, you can go to your bedroom and tell God about this. þú getur farið inn í svefnherbergið þitt og þú getur rætt það við Guð þar. So this was a wise man, he listened to his wife. Og eins og vitrir kallmenn, þeir hlýða eigin konu sína. He went alone to his room Hann fór einn inn í svefnherbergi and was there for a while. og var þar stund. And then he came back. Svo kom hann aftur And something was different in him. og eitthvað hafði breyst hjá honum. And the wife has asked, what happened there? Og eiginkonan spurði, hvað gerðist, elskan mín? And he said that I went there. Ég fór þangað I told God everything what I thought about this. og ég sagði bara við Guð hvað mér fyndist þetta allt And saman. how bitter I felt that the president got this reception and everything. Og hvað mér fannst þetta ósanngjarnt að forsetinn fengi, það var svona vel tekið á móti honum og allt saman. And how bitter I felt that Og ég no var- one greeted us when we arrived home. Og hvað ég var bitur að við fengum engar móttökur svona. And when I finished, Og þegar ég lauk við samtali við Guð, it was as if Lord put his hand on my shoulder þá var eins og Guð svona lagði höndina á öxlina á mér. and said, Og hann sagði, but son, sonur minn, you are not home yet. þú ert ekki komin heim ennþá.
We are not home yet. Við erum ekki komin heim ennþá. We are in this world. Við erum í þessum heimi. And this is not our home. Og þessi heimur ekki okkar. But the day will come En sá dagur kemur when we will be welcomed home. þegar að við fáum þannig móttökur And the whole heaven will welcome us. og allur himinin mun fagna komu okkar. And that is why we say, Og þess vegna segjum við, indeed, come, Lord Jesus. já, komdu bráðum Drottinn. Amen. Amen. Thank you. Takk fyrir þessi velvöldu orð, Ivo. Thank you very much, Ivo, for these uplifting words for us today. Við ætlum að syngja sálm númer 90. Fögur foldin. Langar mig að þakka fyrir samverustund okkar hér í dag. Mér langar að þakka Ivo fyrir velvalin orð til okkar. Misvel þýtt en af heilum hug. Mér langar að þakka Maríu bæði fyrir það að búa til fallegan ramma utan samverustund okkar hér í dag, fyrir að undirbúa dagskrána, fyrir að koma að henni á
allan hátt, fyrir fallegan undirleik. Það er auðvelt að vinna með fólki þegar maður bara birtist hér og bara gerir eitthvað. Takk fyrir það. Það er mikið starf að undirbúa og halda utanum. Takk Indró fyrir að sjá útsendingu. Það er ekkert grín, ég hef prófað þetta. En mér langar líka að þakka ykkur fyrir að koma hingað í dag, að við getum átt hér svona góðar stundir, og það er tilhlökkunar efni alltaf að koma hingað, og mér langar líka að þakka Jóhannu og Loga, fyrst að þið eru að fara í hína áttina, en svo getið þið komið aftur til fyrirheitna landsins aftur. En við hugsum til ykkar, sumir verða að vera í Noregi, aðrir kjósa það. Þetta er sagt í góðu gríni. En bara gangi ykkur sem allra best, við munum sakna ykkar, en takk fyrir komuna, takk fyrir að við getum átt þessa stund þeir saman. Áður en að við förum, því að það er matur í hlíðarsalnum, að þá ætlum við að biðja Ívo að segja blessunarorð fyrir okkur í dag. Dear Lord, I pray that as you have promised, you may work in our lives every day. That we pray that, Lord, please come soon. And I pray that may Lord bless you and keep you and guide you. And may His love work in your lives, and His grace and mercy and the power of Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Thank you. Amen.